Pottaskeggill, gjörðu svo vel, hérna farð þú. Já. Þú mátt bara halda á þessu og jafnvel. Ég held að Lalala. Já, það er samt ekkert góð lykt af þessu, sko. Nei, þetta getur nú samt bregðast Já, ágætlega. maður sjá. Það er svona eins og við laufum að brauð. Nei, þetta bregðast bara eins og skegg. Já, þetta Við er svo sem bara kannast við skegg. Við erum hérna stödd með Pottaskeggill og Ketkróka með skjálftastöki á Minjasöfnun á Akureyri. Þeir voru að kíkja í heimsókn til að skemmta börnum og gestum á safninu. Já. Hvaðan komið þið, sveinar? Við komum Dimmuborgum, en aðalega komum við nú samt bara því að Kertasníkir sagði að við ættum að koma hingað. Því að við vissum Hann ráðskast svo lítið með okkur, hann Kertasníkir. Já. Hann áður til. Hann sagði að það væri fullt af hlutum hérna inni sem væri svona frá okkar tíma. Þannig að við ættum að fara að skoða þá. Já. Er hann leiðtogi sveinanna? Já, það má segja það. Okay. Því ef að við hefðum hann ekki, þá kæmu held ég ekki margir jólasveinar til byggða. Hann kemur seinastur og hann passar að senda okkur alla í réttri röð á réttum dögum. Grýla og Leppalúði, hvar koma það inn í máli? Já, þau eru foreldrar okkar eða þú vissir það ekki. Grýla þess að hún er mamma, en hún býr sko í Lútendaborgum með Leppalúða og jólakettinum. En við búum eins og sko í Dimmuborgum. Við fluttum þangað bara 13 bræðurnir. Já, við fluttum í svona píparsveinahelli niður í Já. Dimmuborgum. Lútendaborgir eru hvar? Það er aðeins innan í Mývatnssveitinni, svona fyrir fólk sem rattar ekki. Já. Getið séð þetta á korti? Glæsilegt. Þannig að borga börn eins og hann. Já. Hvað ætlaði að gera núna bara fyrir jólin? Sko, við erum búin að fara í jólabæði. Við gerðum það seinustu helgi. Það er bara fínt að klára jólabæðið af snemma. Þá er það ekki fyrir þegar kemur að jólunum. Þá er það ekki eftir. Og það er bara búið. Já, og fram að jólum, Sko, ég veit ekki hvort þú veist að við komum og setjum svona gjafir í skóna hjá börnunum. No. Þessi fylgist ekkert með. Nei, hann náttúrulega, sko, þegar hann var yngri þá var þetta náttúrulega, hann fékk bara heilu kartöflugarðana, sko. Já. Hann hélt að þetta væri bara kartöflur. Hvað heitir þú aftur, drengur? Ég heiti Hákon. Já, hann er sá sem við gerðum stækkunina á kartöflugarðinu. Stækkunin kartöflugarðinu. Já. Stýttur að setja bara inn á gluggastaf fyrir að bera þetta heiman. Já, við settum lítinn kartöflugarð bara fyrir utan hjá honum. Já. Hvernig er það að koma hérna? Er þið bara á bíl eins og venjulegt eða Nei, sko, við náttúrulega lögðum á stað labbandi. Og bara þegar hafa hvað sagt þið þurfa að fara að leggja í hann, þá lögðum við á stað. En það var ótrúleg heppni að það var einhver sem skildi lyklana eftir í bílnum. Þannig að við gáttum fengið hann í láni í smá stund. Við skilum honum alveg örugglega, einhvern tímann. Og einhver staðar. Já, hann En verður... ekki getum við notað hana eilífu. Nei, hann hlýtur að stoppa, einhvern tímann. Já. Þá skilum við honum þar. Já. Þar sem hann stoppar. Já. Er svo gett að koma og kíkja á okkur í Dimmuborgum? Jú, endilega, bara, við erum allar helgar, þá förum við út í Dimmuborgir þá förum við frá jólasveinahellinum og förum á Hallarflötina. Af því að, sko, jólasveinahellin, hann er svolítið djúpt í borgunum, það er erfitt að fara þangað. Þannig að við tökum á móti gestum á Hallarflötinni. Það er rosa skemmtilegt að koma og hitta okkur bræðuna. Það er nú kannski ekki alltaf við, það eru alltaf einhverjir bræður samt. Já. En í samt líka hver að fara til byggða og svona. Já. Menn eru misu uppteknir. Já, vissulega. Við skiptum þessu á milli ykkar bróðurlega. Bróðurlega skiptum við þessu. En það kemur nú líka, eins og hann Þurislikki bróður okkar, hann hefur nú ekki haft gaman að því að fara í bað. En það verður að baða. Þannig að við fórum með hann í baðin seinustu helgi. Við fundum svo bara leið fyrir hann, þannig að hann gat ekki neitað. Við fundum hjólastól, við settum hann í hann, við bundum hann fast og keyrðum hann út í. Og þegar Það skraut hérna. Það fauk skrautið. Já, skrautið fauk. Jæja. En já, við keyrðum hann út í og buðum hann. Og þá var góð lykt á honum, en við höfum eiginlega ekkert séð hann síðan. Ég er hræddur hann sé einhvers staðar að reyna að safna fílu. Sko, venjulega finnum við það með því að renna bara á lyktina. Já, en núna er það ekki hægt. Nei, þetta er nefnilega pínu vandamál. Já. Þannig að við höfum ekkert séð hann, en hann hlýtur nú að fara að birtast, hann er nú að fara að brassa eitthvað bráðlega. Já, ég myndi halda það. Já. Það væri mjög gaman. Hann fer í nótt ekki satt? Hæ? Hann fer í nótt ekki satt? Jú, hann er að Jú. fyrir nótt. Hann hlýtur að fara. En það væri rosa gaman eða kemur gestir í Dimmuborgir að hitta okkur. Glæsilegt. Þá ætlum ég bara að þakka ykkur kærlega fyrir spjallið sveinar og bara gleðileg jól. Gleðileg jól! Gaman að sjá ykkur.